Hefur þú grillað kengúru? Núna með 30% afslætti. Netto. Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesjamagasín. Þátturinn að þessu sinni tengist sjómannadeginum og knattspyrnu, en bolti og fiskur hafa ætíð skipað stóra sess í lífi okkar. Við heimsækjum sjávarútvegsfyrirtæki Vísi í Grindavík sem fékk þekkingarverðlaun sem félag viðskiptafræðinga og hagfræðinga veitir. Þá förum við hálfa leið á HM til Rússlands með Arnóri Ingva Traustasyni, landsliðsmanni í knattspyrnu frá Suðurnesjum. Við byrjum hins vegar þáttinn á því að skoða bátalíkön á skrifstofu Vísis í Grindavík. Fiskvinnslufyrirtæki Vísir úr Grindavík hlaut á dögunum þekkingarverðlaunin í ár, en Vísir hefur verið leiðandi í stafrænum lausnum og nýsköpun í tækni. Fyrirtæki á sér langa sögu og fagnaði þar 50 ára afmæli sínu fyrir 3 árum síðan. Vísir var stofnað árið 1965, er með 310 starfsmenn, 2 vinnslur í Grindavík, 5 línuskip og er með 17.500 tonna kvóta. Við hittum Pétur Pálsson, forstjóra á skrifstofun fyrirtækisins, en þar má sjá útgerðarsögu Vísirs fjölskyldunar. Pétur fór yfir hana og ræddi líka við okkur þekkingarverðlaunin og fleira. Pétur, segðu okkur aðeins frá forsögu Vísis. Já, forsaga Vísis er raunverulega sagan á milli þessara 2 skipa hérna, sem er einhver 25 ár. 1930, en pabbi er fæddur 1932, þá kaupir afi þennan bát hérna af Eimskipafélagi Íslands með öfugan hakakross sem var nú tekinn af seinna, og þau flytja á Þingeyri í Dýrafjörð og byrja svona útgerð þar. Þessi bátur verður síðan að þessum hér stóra þegar það búið að lengja hann og stækka hann, þannig að það er ekkert nýtt hjá okkur hér að vera að endurbyggja báta, það er frá afa, og það sem meira var að hann er gerð út af útilega á línu, og alveg fram til 1943 að þá er þessi bátur í róðurum og er að fiska og sigla til Bretlands, og hann er einn af þessum bátum sem siglir til Bretlands í stríðir með fisk. Og 1943 þá hefur greinilega árað verið hjá afa og hann lætur byggja þennan bát hérna á Akureyri ásamt kaupfélaginu á helmingjónum þar, og þá hefst þessi hrakfallasaga að í fyrsta verkefni skipsins sem var að flytja var í flutningum milli Arnarstapa og Reykjavíkur. Í sinni fyrsta verkefni 1943 þá týnist hann með mann og mús. Og pabbi er engar afspurnar á henni síðan? Engar afspurnar. Það eina sem fannst var koddinn úr kojunu hans afa og rak pínlítið á strönd upp á Snæfellsnesi. Þannig það veit enginn hvað gerðist. Það voru sögusagnir hann hafði keyrt af Stundudöfl og eitthvað slíkt. En það rétt er nú sennilega það að stöðuleikin var bara ekki meir en þetta, hann hefur bara snúist. Það var á þessum ári var steypt í brúna. Þannig að hérna tapar amma eiginmann sínum og nýja skipinu. Og 1945, 1,5 ári seinna, sem amma gerði út seinni bátinn til 1945, að þá er hann sigldur niður á leið með fisk til Bretlands í lok stríðsins, og þá fórust með honum 5 menn. Hann sigldur niður af póstskipi, vinnu eftir póstskipi, og þessir 5 menn, þar með bróðir ömmu, eru taldir síðustu mannfórnir Íslendinga í styrjöldinni. Þannig er það skráð. Þannig að hérna 1945, þegar pabbi er 13 ára, þá er fjölskyldufyrirtæki farið og hún með sín 4 börn, 35 ára gömul. Nokkrum árum seinna þá eru systur hans pappa búin að ná sínum sjómenn. Bróðir hans pappa var sjómaður, þeir voru allir 4 og þeir fóru í það ásamt öðrum mönnum á Þingeyri að reyna að endurvekja veldi afa og kaupa sér hennar bát. Pabbi fer í stýrimannsskólann til Reykjavíkur og þeir ætluðu sér stóra hluti. Svo kom í ljós þegar á reyndi að það var ekki samstaðan það að hafa þetta í einu félagi veiðar og vinnslu. Þeir sem áttu peningana, þeir vildu verið með vinnsluna í landi og ungu mennir áttu að vera á sjó. Og þá var það nú öðruvísi heldur en núna, voru peningarnir í útgerðinni en áður voru þeir í fiskvinnslunni. Það var til þess að pabbi fór aldrei vestur upp á Dýdugum, heldur fór til Keflavíkur. Og
sagan af þessu báti var þannig að hann var hvorki fugl né fiskur og dagaði upp í fjöru. Þannig að þetta varð aldrei neitt úr neinu, en enn til hús á Þingeyri sem heitir Bólan, af því þarna voru menn að keppa við kaupfélagið og þess að kölluðu þetta væri Bóla. Það ekkert nýtt með bólur heldur, sko. En pabbi fæst til Keflavík og byrjaði sjósókn þar og byrjaði sinn búskap, og upp úr 1950 þá er hann búinn að eignast sinn eigin bát sem heitir Farsæll. Og það gengur ágætlega nema það að 1964 að þá sekkur hann í línuróðri undan pabba. Og það var mannbjörg, en það við tryggingaféð á þessu bát sem þetta fiskhús og Vísir eru keyptir, og upphaf Vísis hefst 1965. Og þegar við spurðum pappa hvað hefur gerst síðan, jú, við keyptum bát, fórum að verka fisk og við gert það síðan. Og það er svona nokkurn veginn rétt. Nefnum nú voru þið komin töluvert lengra í öllu. Já, núna erum við komin náttúrulega, það voru við rauninni í fyrstu 20-30 árin, voru við í því að með 1 og 2 báta að verka saltfisk í þessu húsi. Við fluttum á þennan bragga sem var þá og vorum hér í 2-3 ár meðan við vorum að koma okkur fyrir. Það var allt selt og allt tryggingaféð keypt til þess að koma sér fyrir hér. Og í þessu húsi erum við enn, sko. Fluttum hingað inn 64, ég var þess að 5 ára þegar ég flytt frá Keflavík, og þetta hús hefur haldið utan okkur síðan í gegnum súrt og sætt. Og þeir eru með töluvert fleiri hús núna líka hérna við bryggjuna. Síðan kemur þessi saga sem er sko fyrir og eftir þetta kvótakerfisins og allar þær raunir, ofveitum fiskistofnum og Íslandsmiðum og gjaldþrota fyrirtækjum, og við fórum að slást í kvótakaupum meðan við vorum skornir niður og dreifðum úr okkur, og það er löng saga, 15 ára saga sem vorum annars staðar líka. En núna erum við komnir hingað og erum með 2 vinnslur, þessa saltfiskvinnslu sem byggður á þessum grunni sem er byggður 65, og svo þessi nýju tækni ferskfisk og frystan fisk, bitavinnslun og alla þessa tækni í öðru húsi við hliðina. Og það er það konsept sem við keyrum núna, að hafa nægur heimild að keyra þessi 2 hús ásamt því að vera að vinna við hliðina á Kolllandinu og öllum þessum hliðarafurðum sem eru svona verkefni næstu kynslóðar. En allt þetta byggt á þessum grunni sem er lagður 1965. Segðu mér aðeins frá þekkingarverðlaununum sem þið hlutuð í ár. Já, þau eru við erum alltaf mjög stolt af þeim, og sérstaklega kannski vegna þess hvaðan þið koma. Eins og við höfum oft sagt, við erum svo gjarnir á að predika í Fíladelfíu. Við erum alltaf að segja hvort öðrum hvað við erum flottir. En þessi verðlaun núna sem er í 18. sinn sem þau eru veitt, og eitt af félagi viðskipta og hagfræðinga, þema er að núna voru stafrænar lausnir. Hvernig fyrirtæki nota stafrænar lausnir til þess að bæta reksturinn. Og við vorum tilnefnd í 18-20 fyrirtækja hóp, og það er mjög stór nefnd sem fer á velur og kom og heimsótt okkur, og við fórum að segja þeim frá því hvað við erum að gera, og svo vorum við 1 af 4 fyrirtækjum sem voru tilnefnd af þessum 4, og við hátíðlega athöfn í þinn, og þá voru það við sem vorum hlutskörpust, og mjög ánægð með það. Og það sem er sérstaklega ánægilegt líka er að 3 af þessum 4 fyrirtækjum eru sjávarútvegsfyrirtæki. Er það svolítið sérstakt að sjávarútvegsfyrirtæki fái þessa tilnefningu? Já, þetta er fyrsta sinn sem að sjávarútvegsfyrirtæki fær verðlaunin. Við erum í hópi með öllum flottustu fyrirtækjum landsins fyrir og síðar. Og það kannski segir okkur sjálfum að við erum kannski betri en við höldum sjálfir, sko. Og stafrænar lausnir sem að við erum að fá verðlaunin fyrir byggjast á því að við erum núna í 20 ár og eigum 15 ára database allar okkar lagnir, allar okkar stærðardreifingar. Við erum búin að skrá mjög nákvæmlega sögun á stafrænan hátt sem við notum dagsdaglega til þess að taka ákvarðanir. Við erum núna með þessi nýju frystihús og nýju tækni sem skurðavélarnar eru, og sem svona þessi stóra framfaraskref í sjávarútvegi, að það byggir á stafrænum mælingum að bestun fisksins sé sem mest. Og svo erum við að vinna í því að fá mælingarnar lifandi meðan þú ert að veiða. Þannig að þegar við fórum að draga saman það sem við notum stafrænar lausnir
þá vorum við sjálfur pínandi hissa, sko. Og þetta sögðu hinn fyrirtækin, HB Grandi sem það líka, Skaginn sem tækni fyrirtæki við sjávarútveginn, að þeir voru, já, ok, við bara áttum okkur ekki á því sjálfir. Við vissum ekki alveg sjálfur hvað vorum góðir í þessu. Þess vegna var þetta mjög ánægilegt að einhver annar úr annarri átt bent okkur á það og veitt okkur þessa viðurkenningu. Þannig að við erum mjög stoltir af því. Og hvenær byrjuðu þið að vinna í stafrænum lausnum? Við sagan okkar fyrir skráningarnar á sjónum frá því aldamót. Við eigum við haldbærar tölu frá 2004-2005 og ástæðan fyrir svo var að það var alltaf að vera meiri krafa kaupenda að fá stærðardreifinguna. Með nýjum vinnsluaðferðum þurftum við að vita hvaða stærð við erum að veiða til viðbótar því að eftir sem fleiri tegundir fóru í kvóta þá þurftum við alltaf að vanda okkur á hvaða miðum erum við á sem passa kvótasetningunni. Þannig að við þurftum að skrá svona hvar skipin átt að veiða til þess að fá réttu stærðina og réttu hlutföllin. Og við byrjum bara á þessu og þetta var nánast einn stöðgildi í þessu í 10-15 ár að skrá þetta niður sem nýttist okkur sér mjög vel þegar við förum að gera ráðstafanir í hvernig við seljum. Og fyrir kaupanda að geta sagt honum við erum að vinna þennan fisk að það sem sagt taldi með okkur í sölunni líka. Þannig að við erum að vinna með 15 ára database í sögunni. Við erum að vinna á núinu í mælingum á vinnslunni og sölunni og það nýjasta sem við erum að gera það að við erum að fara að setja mælingar borð í skipum meðan við veiðum þannig að menn fái svona 3-5 daga fyrirvara á hvernig fisk þeir muni fá til vinnslu á þessu tiltekna degi. Og það gefur sölumönnunum 3-5 daga forskot á að ráðfæra sig við bæði sig að kunna hvað við getum ekki látið hann hafa og hvað við getum látið hann hafa. Og flýtir þetta þá ekki öllu söluferlinu líka hjá ykkur? Þetta flýtir söluferlinu og við erum rólegri með þessar upplýsingar og þessa mynd að við þurfum ekkert að eiga byrðir í öllu. Við vitum hvenær við getum veitt hlutina. Það eitt af þessu sem við erum alltaf að slást við. Það að eiga nóg en ekkert of mikið. Og okkar styrkleiki, og það á ekkert bara við með okkur heldur, það á við bara fyrirtækin í Grindavík og kannski allan sjávarútveg á landinu að við erum búin að menn sérhæfa sig og sérhæfingu veiðina í okkur algjör, við erum bara með línuveiðar en við erum með sveigjanlega framleiðslu og þegar við erum með sveigjanlega framleiðslu þá erum við náttúrulega með sveigjanlega sölur og þá skiptir þessi stærðardreifing, ekki bara meðaltalið, stærðardreifing mjög miklu máli. Við erum kannski í frystihúsinu í þessari tækni byggðir upp á það að við getum verið að sinna 10-15 kunnum í einu sem hver sig hefur sína óskir og þannig að ein stærðarflaki passar í skurð fyrir þennan kunna og næsta stærð fyrir einhvern annan. Þannig að það mikil mikil nákvæmni í því að gera fyrir hvern kunna fyrir sig. Og hver hannaði tækin fyrir ykkur, nýju tækin í vinnslunni? Við erum búin í samstarfi við Marel. Við erum náttúrulega Valka líka í þessu. Við eigum Íslendingar eiga alveg ótrúlega flott tæknifyrirtæki og það mjög gott samstarf hefur alltaf verið. Ég held að það sé sérstakt hérna í Grindavík og kannski á Suðurnesjunum hvað mikið samgangur milli fyrirtækja en síðan hefur náttúrulega gegnum tíðina samstarf tæknifyrirtækja og sjávarútvegsfyrirtækja verið með eindæmi gott. Og það svolítið árangurinn sem komið í ljós núna. Þannig að það njóta allir góðs af því að sjávarútvegsfyrirtækin geti fjárfest og geti unnið með tæknifyrirtækjunum. Menn að spá því að tækin sem að þessi fyrirtæki að framleiða verði verðmætari heldur en fiskurinn sem við notum tæki til að framleiða. Og þetta til viðbótar við hina hliðarafurðar sem kannski komið inn á eftir. En þessi tæki hönnuð í mjög miklu samstarfi tæknifyrirtækja. Í þessu tilviki Marel og Skagan, Trackwell og önnur fyrirtæki, það svona 15 ára saga með Trackwell sem nú heitir Hafsín Trackwell. Þannig að þetta búið að vera svona sígandi, mjög þétt vinna síðustu 15 ár.
fersk og safarík hindber og brómber með 30% afslætti. Netto. Ertu á leiðinni út? Það alltaf ódýrara að bóka bílastæði við Keflavíkurflugvöll fyrirfram á kefairport.is. Einfaldaðu lífið, tryggðu þér stæðið og borgaðu minna í leiðinni. Lúxus sérvaldar grísagrillsneiðar með 50% afslætti. Netto. Og þú talaðir einmitt það á fyrirlestri sem ég var hjá þér í gær, að rekjanleikinn væri svo mikilvægur. Já, rekjanleikinn er fyrir kúnnan og fyrir allar vottanir er rekjanleikinn allt. Og þessi rafræna skráning, rafræna afladagbókin sem skráir allt úr tækjunum. Ef við kemum við brú á fiskiskipið þá það bara flóandi upplýsingum, lifandi upplýsingum. Og verkefni var ekkert annað að ná utan þessar upplýsingar og setja það í nothæft form. Og það það sem menn alltaf dagstaglega að gera. Og það sem rekjanleikinn ef eitthvað kemur upp á, eða eitthvað þarf að bæta, og svo sagan að segja hvað getur verið að gera. Og þessi mynd alltaf að skerpast, og hún alltaf að verða skýrari. Hvað það sem við getum boðið upp á og hvað erum við að gera. Og við viljum helst ekki neina byrðir. Við viljum eiginlega hafa þetta svona fiskabúr bara við hliðina á okkur, eða ekki við hliðina á kúnnanum. Og nú þarftu 3 kíló af þorsk, þá bara færðu 3 kíló af þorsk. Þannig að það þetta sem að opna, þegar ég segi eins og fyrir þetta gæra, þetta séu stærstu tækifærin sem að sjávarútvegur hefur staðið frammi fyrir, þó hefur hann staðið fyrir mörgum áskorunum. Að það þetta að geta, kúnni kemur og sér þetta, hann fær nýjan fisk, hann fær þann fisk sem hann vill, og hann byrja að spyrja okkur að því, getur ekki komið þessum bita mínum í endanlega pakningu. Og við teljum að það verði svoleiðis, og ég tel að það stóra tækifærið fyrir bæði okkur sem fyrirtæki að geta framleitt þá inn í verðmætari pakningar og fyrir kúnnan að losna við þá einhverja milliflutninga. Og í allri umhverfisvitundin í dag þá milliflutningar og milliumbúðir bara úr sögunni fyrir þann hluta sem kemst í þetta. Og það þetta skemmtilega tækifæri sem við stöndum fram fyrir, að taka raunverulega hönnunina á umbúðum, framleiðslanlega í umbúðir, flutningapakkan inn á okkar borð og afhenda kúnnanum þá vöru sem hann vill þegar hann vill fá hana, í endanlegu formi. Það mjög stór áfangi og stórt tækifæri fyrir þennan íslenska sjávarútveg. Og Kollland, segðu okkur aðeins frá því. Já, Kollland með nokkur ára sögu og var sett utan þessi verkefni sem voru fyrst bara að þurrka hausa og bræða lifur en þetta orðið svona tæknireglífin okkar, rannsóknarreglífin okkar. Þetta í eigu Hausthags sem og sjávarklassans og hefur rauninni unnið verið í rannsóknarvinnu fyrir okkur undanfarin ár. Fullt af peningum fara út í gluggann eins og gengur í því. Við erum núna komið 2 verkefni í höfn. Annað það að geta unnið nothæft lýsi og mjöl úr slógi. Og það þarf að vinna, það þarf að klára þá að byggja aðflutningin að því. Og hitt stóra verkefnið, það sem að fara að skila af sér verkefni sem heitir kollagen verksmiðja. Og það verkefni sem hefur staðið í 2-3 ár í undirbúningi. Síðasta hálfa ári biðum við eftir niðurstöðu Samkeppnisstofnunar hvort við mættum byggja verksmiðju sem ekki til á Íslandi og ekki til Norður-Evrópu. Og ástæðan fyrir svo að Samkeppnisstofnunar að vinna í þessu, það 5 fyrirtæki sem koma að þessu. Það Vísir og Þorbjörn og það Grandi og Samherji og Junka sem spænskt fyrirtæki sem hefur verið að vinna kollagen úr svínshúð og sem sagt ekki marín kollagen.
En það er bara gleðilegt að segja hér, það eru bara 2 dagar síðan að við fengum 5 síðna niðurstöðu af 4 þéttskrifað frá Samkeppnisstofnun að okkur væri heimilt að gera þetta. Og nú er sem búið að skipa stjórn og verkefni að fara fullt. Og þetta er svona einn af þessu stóru þáttum í þessum hlíðarafurðum eða hlíðargreinum sem við höldum því fram, og það er bara vitað að efnin sem fiskurinn notar til að halda sér á lífi er miklu meira virði en maturinn sem er á beinunum. Verkefni er það að við borðum allan fiskinn á beinunum en við erum ekki búin að framleiða eins og lítið úr hinu. Kollagen er unnið úr roði og það er á Íslandi mjög mikil gróska í þessum hlíðarafurðum. Á Siglufirði, Ísafirði, alls konar vörur sem eru unnar úr þessum efnum, úr skelinni, úr roðinu, úr ensímunum. Þannig að við erum stoltir af því að vera þátttakendur í þessu ferli og eru raunverulega Suðurnesjamenn svolítið leiðandi í því. Og það er þetta sem við erum stoltasti með og verðlaunin kannski undirstrika að þetta svæði hérna sem er bolfisk- og þorsksvæði vegna námunda við flugvöll og höfn er leiðandi í þessari þróun og þessari framleiðslu á bæði fiskinum og hlíðarafurðum. Þannig að það eru spennandi tímar framöndan. Það eru mjög spennandi tímar framöndan og maður finnur bara þegar ungt fólk dregur tjaldi frá og horfir inn í þetta, þetta er mjög spennandi pakki. Og svo hinn hliðin svo við stöndum framfyrir og stærri tækifærum við áður staðið framfyrir og skemmtilegri og Suðurnesjamenn sem aldrei verið eins öflugir í þessu en á sama tíma er sótt að okkur náttúrulega annar staðar þannig að ég segi þetta bara til þess að þetta er ekkert sjálfsagt. Fyrirtækin þurfa að hafa styrk og fá að nota sín afkomu til að byggja þetta upp. Ef þeir tekið af þeim í eitthvað annað að þá býður þetta hliðarlínunni og þá erum við bara högt að saman parinu. Við gætum hort fram á fjárfestingar hérna í þessum greinum í að fullnýta vöruna, í að fullpakka hannana til sölu, vinna allar aukaafurðarnir. Þegar við erum að tala um kollagenverksmiðju þá erum við bara að framleiða duftið út eftir alla áframvinnsluna á því. Hérna getur við að draga inn fjárfestingar og tæknistörf tengdu sjávarútvegi sem í því mæli sem við aldrei séð áður. En það er eðli málsins samkvæmt mjög dýrt og krefst mikilla fórna og þolinmæði og þess vegna verða menn að það er ekkert sjálfsagt að þetta takist. Og í kjölfar sveitarstjórnarkosninga þá saknaðist pínlítið að pólitíkin sé ekki búin að gera sér grein fyrir. Hún minnist reyndar aldrei á þetta. Það er sótt af fyrirtækjunum að miklu meiri hörku og miklu meira skilningsleysi heldur en ætti að vera. Því þetta eru svo augljósir þættir sem við erum að horfa á. Og þetta er í sjálfu sér ekkert nýtt, þetta er bara tækni sem er þekkt. Við erum að draga hana til okkar, við höfum trúverðuleikann og fólk vill vinna með okkur í þessu og við verðum alltaf að afli sjálfir til þess að það komi einhverju fleiri með okkur í pakkan. Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem er fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Það eru 2 Keflvíkingar í HM-hópi íslenska karlalandsliðsins í knattspyrnu sem er á leið til Rússlands. Þetta eru þeir Arnór Ingvi Traustason sem leikur með Malmö í Svíþjóð og Samúel Kári Friðjónsson en hann leikur með Valerenga í Noregi. Arnór kom nýlega til landsins, heilsaði upp á stuðningsmenn Keflvíkinga fyrir leikinn gegn IBVF og við spjöllum þar við kappann. Geturðu sagt okkur frá því hvernig þér var innanbrjóst þegar það var tilkynnt að þú værir í HM-hópnum núna? Það var mjög gaman. Ég fylgdist með þessu og ég fekk reynda skilaboð áður en hópurinn var gefinn út og mikil ánægja og sem að, já, mjög mikil léttir eiginlega. Það sem að ég var svona, mér fannst ég sjálfur vera alveg svona á báðum áttum og þessum undan á hefur gengið náttúrulega. Og þannig að já, mjög mikil léttur og mjög gaman og stoltur.
Hvernig meturðu svona þína stöðu og þína leikæfingu komandi inn í HM-hópinn núna? Bara þokkalega vel. Ég er búinn að vera að spila þokkalega mikið með Malmö og líður vel inn á vellinum og komið með sjálfstraust og þannig að mér hlakka bara til að fara til Rússlands. Það var svona, hvað getur þú sagt, þetta hefur kannski ekki gengið alveg nákvæmlega eins hjá þér í atvinnumennskunni eins og þú hefur hugsanlega viljað, ég svona kannski bara að giska á, en ertu sáttur við svona hvernig þessi núna komandi aftur til Svíþjóðar, ertu sáttur með það? Já, eins og ég segi, það senast 1,5 ár hefur ekkert verið til að hrópa húrra fyrir, en ég kom tilbaka til Svíþjóðar þar sem mér líður vel og mér og kærastinu líður mjög vel í Malmö og vel tekið á móti okkur og þannig að nú er þetta bara upp á við. Og náttúrulega auðvitað er stefnan að koma af stað hjá enn stærra liði, er það ekki alltaf hjá atvinnumönnum? Jú, algjörlega, maður vill sjá hversu hátt maður kemst og ég reyndi það áður og það gekk ekki alveg, þá tekum við bara 1 skref tilbaka og tekum svo 2 skref fram á við. En að HM draumi Íslendinga, þetta er stærsti fótboltaviðburður Íslandssögunnar að komast á HM. Hvernig leggst þetta verkefni í þig? Mjög vel, eins og ég sagði áðan. Ég er mjög stoltur að vera partur af þessum hóp sem er að fara til Rússlands og við höldum áfram að skrifa sögu íslenska fótbolta og vera partur af því er frábært. Þú hefur, við getum sagt að sé búið að vera svona ekki kannski besta ástand á mörgum lykilmönnum í hópnum. Hvernig leggst það í því? Ég get sagt okkur að þið þurfa ekki á áhyggjur. Menn eru klárir og það verða allir klárir í fyrsta leikum út Argentínu. Hvernig meturðu möguleika Íslands í þessu móti? Þokkalega. Erfiður riðill, eins og flest kannski allir, en eins og ég segi, við teljum okkur alveg að möguleika á því að fara upp og við erum ekki hræddir við að segja það held ég út á við að við ætlum okkur upp en eins og ég segi, erfiður riðill en doable. Þú átt skemmtilega minninga frá Evrópumótinu, segðu okkur aðeins frá því þegar þú skoraði glæsilegt mark hérna. Já, það var skemmtilegt í Fraklandi og skemmtilegt að fá að skora mark líka og vera ennþá meiri partur af þessu. En jú, EM var frábært en það er HM núna framöndan sem við leggjum fókus á. Og vinuðum Samúel Kári, Keflvíkingur í hópnum líka, það er skemmtilegt líka? Já, mjög gaman. Ég var mjög ánægður þegar ég fekk að heyra að Samúel væri með og hann stóð sig mjög vel og með landsliðinu áður þegar hann var búinn að vera með okkur og ég hafði trú að hann myndi fara með og mjög ánægður með það og það verið gaman hjá hann. Leið við þökkum fyrir áhorfið, minnum við á aðra miðla Víkurfrétta, vikulegt fréttablað sem fyrir hvert heimili á Suðurnesjum og vaff.is en þar er dagleg fréttaþjónusta sem á golffréttaþjónusta á kylfingur.is. Þá getið þið séð eldri Víkurfréttir á tímarit.is. Við sjáumst að vikuliðinni þar sem við spjöllum meðal annars við landsliðsþjálfarann í knattspyrnu sem lýsir kostum landsliðsmanna okkar Suðurnesjamanna og skoðum áhrif af nýrri farþegaspá fyrir Keflavíkurflugvöll. Takk fyrir og verið sæl. Sæl.